Það var alveg 15. sigur á sterku liði Stjörnunnar. Þeir koma aggressífir til leiks en þið virðist bara svona matcha mjög fljótið í leiknum. Já, þeir koma kannski aggressífari svona í byrjun en bæði liða hitta hörmulega svona í byrjun, bara í fyrra hálfleik heilt yfir. Bara hitti enginn og neinu, sérstaklega fyrir utan. Og mér fannst við alveg bara koma ekkert eðlilega slappir inn í hennar leik. Og vorum að forsa öll einhvern veginn og engin orka í liðinu og engin að hitta úr skotum og þetta var svona, ég veit ekki, haustbragar á þessu en svo svona í seinni hálfleik þá duttu þessi í gang, fórum að hitta þessu skotum og gera þetta aðeins meira saman. Keflavíkurliðið náttúrulega, ég meina, tapir fyrir Tindastól í bikarnum og svona má segja kannski haltar inn í þetta mót, ég meina, eru 8 í leiknum móti nýliðum vestra að fara í framlengingu og fleira. Hversu mikilvægt var að ná í þennan sigur á móti sterku liði Stjörnunnar í dag? Bara náttúrulega gríðarlega mikilvægt eins og allir sigrar í þessari deild, þannig lagað sko og náttúrulega gott að vinna frábært lið Stjörnunnar og auðvitað mikilvægt svona í byrjun þegar við erum bara að koma hópnum saman, nýjir kallar að spila og þannig að þetta var flott og við verðum að gera töluvert betur í næstu leikjum eins og heldur en í þessum leik. Stjarnan hitti bara ekki um neinu eiginlega fyrir utan og við vorum bara heppnir. Vörnin var ekkert frábær í þessu leik, við varum bara svona smá heppnisstipill í þessu fannst mér. Hljótum við samt að eiga svona eitthvað aðeins inni að manni fannst svona bara horfandi á hana leik. David er að koma inn í þetta, CJ er að koma inn á bekknum hjá okkur. Virðist ekki vera alveg svona kannski móta eitthvað svona? Nei, þetta er svona, það er bara í vinnstöðu sem maður segir sko, en já, vélinn er kannski ekki alveg jafn smurð og hún var síðustu 2 ár, þar sem allir þekktu alla bara strax og rótfeyringar voru góðar og nei, þetta er langt season framöndan, þannig að það er ekkert stress á mönnum held ég, þannig lagað sko. Ekki ennþá? Nei. Takk fyrir. Takk.